Velkomin í þessa fræðslu á Lyfju. Ég heiti Elínborg og er lyfjafræðingur og lyfsali í Lyfju í Lámúla. Í dag ætla ég að fræða ykkur svefnlyf og hvernig hætta má notkun þeirra. Svefnlyf geta nýst vel við ákveðnar aðstæður til að rjúfa vítahring skammtíma svefnleysis. Meðferðartími skal vera eins skammur og hægt er og ekki lengur en í 2 til 4 vikur samfleytt, því jafnvel þótt lyfin hafi góða verkun til skamstíma. Það hafa rannsóknir sýnt að meðferð með þeim gagnist ekki vel til lengri tíma og að þau geti valdið meiri skaða en ávinningi. Svefnlyfin fela nefnilega einkenni svefnleysisins án þess að leyst sig úr undirliggjandi vandamáli og notkun svefnlyfja og slævandi lyfja getur einnig leitt til líkamlegar og andlegar ávanabindingar. Við langvarandi notkun svefnlyfja minnka heildargæði svefns á svipaðan hátt og við notkun áfengis, sem veldur minnkun á bæði endurnærandi djúpsvefni og REM-svefni. En þetta slæfir minni og einbeitingu og eykur þreytu yfir daginn. Einnig aukast líkur á byltum, brotum og slysum, bæði heima fyrir, en sér í lagi í umferðinni. En þá getur maður spurt sig, hvernig á að hætta notkun þessara lyfja? Þegar notkun svefnlyfja og róandi lyfja er hætt, er oft notast við svokallaða niðurtröppun. En það þýðir að skammtar eru minnkaðir rólega yfir ákveðið tímabil til að forðast fráhvarfseinkenni. En slík einkenni geta komið fram ef snögglega er hægt að nota róandi lyf eða svefnlyf eftir langvarandi notkun. En ef lyfin hafa eingöngu verið tekin inn til skamstíma, eins og í 2 til 4 vikur, þá ætti ekki vera vandamál að hætta inntöku á niðurtröppunar. Ef langvarandi notkun er að ræða, er ráðlegt að minnka skammtinn smám saman til að forðast óþægileg fráhvarfseinkenni. En hægt er að leita til læknis eða lyfjafræðings til að nálgast ráðleggingar til að trappa lyfið niður. Einnig er hægt að nálgast aðstoð við niðurtröppun hjá Prescribe í móttökunni í Efstaleiti, en þar stafa lyfjafræðingar sem sérhæfa sig í að þjónusta niðurtröppun. Það eru til ýmis önnur bjargráð til að vinna bug á svefnleysi. Fyrst ber að nefna mikilvægi þess að reyna að minnka streitu og tileinka sér góðar svefnvenjur. En á vefsíðu okkar, lyfju.is, er að finna ýmsa fræðslu bættar svefnvenjur. Til dæmis stutt myndband þar sem Dr. Erla Björnsdóttir gefur nokkur góð ráð þegar kemur að svefni. Einnig má benda á melatónín, en það er hormón sem myndast í heilakönglunum og þátt í að stilla líkamsklukkuna. En það stuðlar að því að okkur syfjar jafnan á kvöldin og við erum vel vakandi á daginn. Melatónín styður þannig við góða slökun og hvíld, en það er fáanlegt í 1 milligramma styrkleika sem bætiefni frá hinum ýmsu framleiðendum og er fáanlegt í öllum apótekum Lyfju. Einnig má benda á jurtalyfið Cefitút frá Flóri Alis, en það er notað við svefntruflunum og vægum kvíða og fæst án lyfseðils í apótekum. Lyfið inniheldur garðabrúðu rót, en róandi áhrif jurtarinnar hafa lengi verið viðurkennd og hafa verið staðfest í rannsóknum. Jurtalyfið getur stytt tímann sem það tekur að sofna og bætt svefngæði. En nú er þessari fræðslu lokið og vona ég að hún hafi komið að gagni. Ef fleiri spurningar vakna þá erum við, sérfræðingar Lyfju, alltaf til staðar fyrir þig.